Var eitthvað hlaup sem stóð upp úr? Það voru nefnilega alveg, það voru það mörg hlaupin að þetta var alveg, maður komið með ótrúlega mikið líka bara skemmtilegum sögum og skemmtilegum upplifunum. Það var kannski svona eitt sem ég alveg muna mjög vel eftir klárlega Esjuhlaupið. Það var ekkert í planinu hjá mér þannig séð sko, nema svo var pabbi að fara að hlaupa það og ég var eitthvað svona, ég veist ekki alveg hvernig stemmingin var svona, ég hlýt ekki að hlaupa þetta líka bara eitthvað, þetta fínaðing á bíla. En þá var ég ekki búinn að hlaupa neitt, hvorki upp brekkur einhverju viti, né niður brekkur einhverju viti. Og þetta bara sjokkið á líkamann bara fáránlegt. Ég líka held ég ætlaði að hlaupa upp í Esjuna sko, en ég byrjaði náttúrulega sko að villast eftir 500 metrar á Esjunni sem ég held að væri ekki hægt sko. En allavega kem aftur inn í brautin, þá var ég búinn að missa svona 10-12 manns frá mér og ég eitthvað brjálaður að reyna að ná þeim, keyri mig þar út eitthvað. Og síðan svona ég búinn að ná þeim og síðan svona á ég samt sko helmingin Esjunni upp í fyrri ferðinni og þá ég bara allan tímann að hugsa bara vá hvað ég hlakka til að hlaupa niður, kemst upp og svo byrjar maður að hlaupa niður og svo ertu maður að hlaupa niður í svona 5 mínútur þá ég bara nei, ég get ekki hlaupa meira niður, mér langar að hlaupa aðeins upp af því þetta svo bratt og svo mikið og síðan bara í seinni ferðinni þá var ég bara, heyrðu, þetta ekki að vera að gerast af því þá labbaði ég basically bara svona kraftgang gekk alla leiðina upp og var að gjörsamlega deyja allan tíman og síðan, leiðinni niður í seinni ferðinni þá hélt ég í alvörinu á einhverju tímapunkti að svona fæturnir myndi bara hægt að svara því þú orðinn svo súr og bara svona vöðvarnir í ruglinu en einhvern veginn kemst ég í mark og þá fekk ég þessa tilfinningu sem að fæ stundum eftir maraþon þegar þú ert búinn að gjörsamlega drepa þig að þú hugsa bara ég ætla aldrei að hlaupa aftur þannig að mér liði eins og einhverjum svona skokkur sem klára maraþon og bara þetta eitt og eina skipti og þannig hugsaði ég bara ég ætla aldrei að hlaupa upp eða niður brekku bara ever again. Þetta var hræðilegt sko bara ástandi á líkamanum maður var bara ert að grínast og svona áttaði mig á því hvað þetta mikill munur oft að hlaupa í þessum utanverðhlaupum lengst upp og lengst niður eða vera bara að krúsa á götunni sko.